Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í svokallað bókaball, bókaspjall. Hérna rétt fyrir jólin þá eiginlega bara erum við með fullt hús, reyna svona fá innsýn inn í sem mest af þessu stórkostlegu bókmyndum sem eru gefnar út fyrir jólin, en við ætlum eins og við höfum áður sagt, ég og Vigdís Grímsdóttir og ætlum að halda áfram alveg ótrauðar á 9 ári og ekki að neitt að láta deigan síga og fjalla líka bækurnar einmitt sem að koma út fyrir jólin, ekki eins og þær séu bara einhvern veginn dauðar þegar klukkan slær 6 á aðfangadag. Í dag veit ég nú ekki, við erum svolítið svona mörg, við veit ekki hvað við náum að ræða eitthvað að vita bókmyndir, en við náum allavega eitthvað að spjalla. Hér komin Linda Vilhjálmsdóttir, Daniel Danielsson, Karolína Rós Ólafsdóttir, Birgitta Björg Guðmarsdóttir, Margrét Lóa Jónsdóttir og Sunniva Kristín Sigurðardóttir. Verið velkomin og takk fyrir að stökkva borð. Takk. Þið eru svona við erum eiginlega með bæði ljóð og aðrar bókmyndir. Allt flokkast undir skáldskap. Ég veist að það sé hérna, það er svona prósa. Hvað kallar þú þína bók, Daniel? Sem heitir bara Edda? Skáldverk fyrst og fremst, en já, kannski mætti líka sem einhvers konar tölvuleik og vitundarferðalagi og svona dans milli lesanda og höfundar og sögumanns. Hvernig finnst þér hafa gengið að kynna hana í jólabókaflóðinu með þessum hætti? Finnst þér vera svona móttökuskilyrði? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvort að jarðvegurinn sé grýttur eða bara mýri, en hérna það kannski bara kemur ljós eftir jólabókaflóðið kannski meira. Er þetta fyrsta skipti sem þú ert í jólabókaflóðinu? Já, svona almennilega, svona með alvöru verk og með svona alvöru útgáfu, pirrandi útgáfu. En já, þannig að þetta er svona, já, ég er svolítið blautur á bak verun í þessum bransa eins og hefur verið í pennanum áður, en hérna, já, þessi jólamania, hún er hérna, jafn góð skepna, getur verið hræðileg fyrir höfunda, og þannig að maður svona, það er gott að koma hérna í viðtal með svona spöku og rósömu fólki, þannig að rétt fyrir jól. Hérna eru nýliðar og hérna eru meistarar. Svona, þetta eru meistaradeildin og nýliðadeildin svona mestu leyti. Þótt að þið séu líka reynsluboltar, þessi sem eru ný, þeir eru búin að vera vinna í útgáfumálum með öðrum og svo leiðis. Bara nefna að lengra haldi að þetta er þín eigin, þetta er þitt eigið útgáfufyrirtæki, er það ekki? Jú, ég og Sunniva erum saman hérna í pirrandi útgáfu og stofnum, já, svona þetta yfirheiti yfir í rauninni okkar sjálfsútgáfu, en sjálfsútgáfa hljómar svona svolítið eins og maður sé bara einn eitthvað að skrifa vördskjal og gefa þetta út, sem að ég veit að þetta hafi bara vist verið í gamla daga. Þá hafi höfundar bara svolítið farið beint í prentsmiðjunar með verkin sín nánast, þannig að kannski erum við komin í svona back to basics stellingar, en líka erum við með hópa fólki sem kemur að þessu. Karolína til dæmis, hönnur logósins, rottunar góðu, pirrandi rottunar. Þið hefur verið saman líka í ritlistinni og í Bjáskóla. Jú. Og svona búin að hristast saman og taka þetta í alls konar verkefnum, og þú, Karolína, ert líka, kemur að bókin hennar Birgittu. Já, heldur betur. Já, ég las yfir fyrir Birgittu og svo skrifaði ég þennan fína svona káputeksta. Ég var enda svo æst að þegar hún baði mig það, skrifaði ég svona 6 og svo sagði hún þurfti bara að velja einn, ég gat ekki ákveðið mig. Það var sko mjög erfitt val. Þetta voru mjög fallegir káputekstar. Birgitta, viltu kannski byrja á bara að lesa káputekstan? Ég hef aldrei svona áhuga á káputekstum. Þeir eru oft svo vondir einhvern veginn, en þeir eru líka mjög góðir. Já, þessi er einstaklega góður. Moldin heit er spennandi og falleg saga þar sem hvert orð dansar við það næsta og vefur þéttan vef hyggju, missis og minninga. Kemur í ljós hvort þetta svona fellur í grítanjarðveg eða næra svona lokka lesendur að sér. Það er þessi stóra þegar líka ljóðskáldin og rithöfundin sjálfur eru
markaðs allt í einu þeir sem eiga einhvern veginn að reyna að höfða til einhvers markhóps, það ekki alveg kannski augljóst að taka sér það hérna hlutverk sko, en einhvers síður mjög svona áhugavert að sjá eiginlega bak við tjöldin. Hvað fannst þér það, Sunniva? Kristín, þú viltu sýna okkur þína bók líka sem þú gefur hjá út þessari sömu pirrandi útgáfu? Þetta eru ógeðslegir hlutir. Hún hvað segirðu? Hvað á ég að byrja? Þannig. Hvað finnst mér að vera minn eigin markaðsmaður? Já, eða svona hvernig fannst þér að vera, þú ert náttúrulega ekki fyrsta skipti að gefa út bók, en þetta það ekki fyrsta skipti þú ert í jólabókaflóðinu? Nei, ég var tæknilega að sé í jólabókaflóðinu síðast líka, en ég bara fattaði það ekki. En það svona kannski beauty við að gefa svona lítið verk út, maður fattar ekkert endilega að maður sé í ykkur jólabókaflóðum. Ég upplifaði það ekkert endilega þannig núna heldur, sko. Mér finnst maður vera ennþá út fyrir svega einhvern veginn í þessu svona stóra flóði. Frekar í ykkur svona hliðarlæk kannski, og það bara ágætt sko, það getur kannski verið svolítið yfirþyrmandi að vera í ykkur svona svaka gýr og ég rosa lélegur markaðsmaður, Hvernig nú káputextinu þér, maður sjá? Ég ekki með neitt káputexta eða sko, hann að listrann toga. Já, þannig að það ekki svona hvað, en sko en hafið ekkert farið... Þú með ljóð aftan á, það ekki? Jú, ég með ljóð aftan á bara. En ég að pæli því, sko, pirrandi útgáfa, það bara vegna þið eru fyrirfram að segja, þið vita að það pínum pirrandi að vera með svona litlar útgáfur sem enginn veit fyrir hvað standa og þá bara alveg skott að það heiti pirrandi útgáfa eða hvað, hver pælingin? Já, akkurat. Jú, það bara akkurat þannig. Og kannski líka bara hvernig við höfum upplifað okkur bara sem personur. Sem personur. Í daglegu starfi og lífi, sko. Alltaf verið smá rotta. Eða þessi svona staða sko. Mér finnst það að vera svona pirringur í að þú veist að þetta ekkert endilega slæmt að vera að gefa út sjálfur og eigi ekki plássi eitthvað þannig, en það getur verið pínu pirrandi. Bæði pirrandi það fyrir ykkur að fá ekki meira pláss og pirrandi fyrir hina sem að héldu þau ættu plássi sjálf og þá koma þessar litlu útgáfur og svona tróða sér inn á. Já. Og líka pirrandi að vera eitthvað svona staðsetta sig sem eitthvað grasrót eitthvað þannig. Það svona getur verið pínu svona kannski klísukent. Það eitthvað, já, nú erum við komin í eitthvað pönkluturki eitthvað svona, það líka. Nýja upphafið. Já. En það samt ekki líka bara hlutverk svona útgáfa að vera, þú veist, í andstöðu við stóra útgefundur og vera grasrótin. Þú veist, þið megi alveg standa með því, sko. Já, og við erum að vera bara pirrandi eða þú veist, já. Ég fæ mikið út úr því að gera það sjálfur, sko, og svona ímynda mér einhvers konar svona jöfur, oftast kallkyns sem einhvern veginn að horfa niður á mig. En mér finnst það, ég kannski bæta við að því ég líka með sjálf útgefið nema ekki undir útgáfu, heldur bara undir, það bara stimpill á mínu sko, því við erum í ljóðakollektífi, ég og Birgitta og Sölvi og Anna Rós og við nefndum ekki, mér finnst það dugnaður í ykkur að starta útgáfu sko, því við nefndum því ekki, en okkur langaði að gefa út eitthvað skrítið og það fannst meiri svo öllum prentsmiðunum sem ég hafði samband við mjög pirrandi að tala við mig bara hvernig þetta prenta það þannig að þú veist, það ágætt að það allt svo staðlað og einhvern veginn það er enginn til að gefa út, held ég 2 metra kvalaljóð þannig að það alltaf læg og þá bara ger ég það sjálf. Viltu að segja okkur frá þessu, þetta svona renningur fyrir það sem í útvarpi, að þetta harmonika? Já, þetta harmonika eða svona leporello bæklingur og það sem sagt ljóð öðrum megin og svo hinum megin hvalur sem teiknaður með svona Exquisite Corpse leiknum, svona surrealíska teiknileiknum og ég teiknaði annan hvern og maður minn teiknaði hinn og halda hérna. Já, ef að sjá hvað hann langt. Wow. En spennandi. Já, hann þetta svona stór. Wow. En það vildi enginn sko líma hann saman, þannig ég heima að líma hann sjálf. Ef einhver vil koma að hjálpa í límpartí. Já. En ég held já, takk, þetta
En svona það þegar maður hefur kannski líka einhverja skrýtnar hugsjónir og þá þarf maður aðeins að vera alltaf að hringja upp í einhverja prentsmiðju og segja hvort ég get ekki gert þetta aðeins skrýtnara og fyrir aðeins minni pening líka já, einhvern pening heldur þannig að það En ertu búin að dreifa þessum? Nei, þetta fyrsti bæklingur sko, fyrsta verki til að koma út sko, út fyrir mínar dyra mínu húsi sko, af því að það tekur svo ótrúlega langan tíma að gera þetta og við Sölvi erum sem sagt að gefa út á sama tíma og hans ennþá bara komið prenti og hann það líka líma sitt Sölvi Halldórsson Sölvi Halldórsson hans heitir þegar við vorum hellisbúar og þannig að það kom að vera hellisbúa hvalapartí í byrjun árs en við ætlum að hafa líka að því við erum bæði fara að vera á Akureyri jólin þá verður sko svona forútgáfupartí á Akureyri Já, ég var einmitt með mína ljóðabækur sem eru orðan svolítið margar hafa safnast upp að því ég af einhverju þrjósku ákvað að gefa þér út sjálf með þessu og alltaf með svona fullan metnað í því einhvern veginn, en hef ekki, sko, alls ekki handlægin og bara ræð ekki alls ekki við þetta límstúr sko, þannig að það mjög pirrandi þegar maður ætla bara sko, að skvera þessu út og festist svo bara einhverju límbasrullu og missir einhvern veginn móðin það bara, tekur allt, ég held að ég var búin að vera að gera ótrúlega marga núna síðustu dag, en já, ég búin með komplett 25 En þá kemur þetta bara, þú getur gefið þetta kannski fyrir jólagjafir, það þetta mikil örmarkaður. En nú eru þið Linda og Margrét Lóa, þið nú svona þá bara, þið hefur náttúrulega alveg mikla reynslu, bæði af, hefur þú gefið út sjálf líka? Nei, ég hef aldrei gefið út sjálf, sko. Ég hef aldrei haft taugar í þá, sko. Er það ekki? Nei. Og bara einhvern veginn ekki framtak eða nokkuð skapaðan hlut. Nei. Og svo þar aukjar ég algjörlega ónýtt markaðsmannskja. Ég til dæmis spyr aldrei sölutölur eða og með þetta að tala það, ég og vinkona mín sem myndlistakona í gær, að okkur finnst það leiðilegast við listina og sköpunina að þetta skildi þurfa að vera sölvar. Og gjafavara líka, já, það eiginlega verra. Nei, ég veit ekki, ég held að gjafa veru svona hugtakið, það einhvern veginn, mér finnst það betra heldur en söluveru hugtakið. Okay. En allavega þá, þú veist, þetta markaðsraus og einhvern veginn jólabókaflóði hefur verið í gegnum tíðina að fara rosalega í töðunar á mér. En núna einhvern veginn í seinni tíð þá ég farin að sættast við það og allt í einu núna þá líti ég ekki á það þannig að ég sé endilega í jólabókaflóðinu af því ég með ljóðasafn. Heldur þetta bara svona bók sem á að vera til árum saman. Ég held að kannski við vitum öll að þessi bók ekki eina af þeim sem bara fallin í gleymsku 1. janúar eða 25. Því að þetta klassík sko. Já, þetta heildarsafn þinna ljóða. Þetta eru mína 9 ljóðabækur í einu pluss lausaljóð. Ok, og þetta heitir bara því svona skýrandi nafni safnið. Já. Og ég, þá allt í einu líður mér voða vel í þessu jólabókaflóði og bara afslöpuð og fín og finnst þetta ekki stress og bara gaman að fara í viðtöl og gaman að lesa upp og teka þetta ekki alvarlega. Loksins. Loksins. Þetta tók þennan tíma. 10. bókin. Já, 10. bókin. En sko, sumir segja að það megi skipta svona höfundum í tvennt, að sumum finnist þetta bara mjög ná einhvern veginn að gíra sig inn í, þú veist, þetta svona eins og bara karnival eða festival, þetta jólabókaflóð og fara og þeysast og ég vil að fara, taka þetta svolítið sem íþrótt, maður hefur heyrt höfunda sem að fara fylgjast með sölunni í búðunum, þú veist, og fara og tjekka á hvort að bóki þeirra hefur nokkuð fallið sko undir Arnald eða þú veist, og svona leifa sér ég að vilja íta Arnald aðeins og setja sína bókum mína. Mér finnst þetta vera mjög svona aðdánavert og líka svo jákvætt bara að hugsa með sér, þú veist, þetta auðvitað skiptir máli að selja eitthvað bara því að þetta atvinna, má segja. Já, sko ég ég vil hafa lesendur en þú veist, ég vil ekki endilega þurfa að hugsa þetta sem söluvöru og vera að spá í hvað selst mikið. Nei. Mér finnst það leiðilegi hlutin af þessu. Já, mér finnst það líka sko, en ég alltaf að reyna að hugsa að sé eitthvað bara hrokafullur að verði að fara í þetta. Nei, þetta bara það sem ég finnst og mér finnst það verður bara að segja, mér finnst það bara tómleiðindi. En finnst þér líka þá í gegnum árin, að því nú ert þú með svona tíma
ban eða hvað svona hefur getur mannst tíman að tvenna finnst þér þetta eitthvað að hafa versnað skilur að það sé beinlínis gerð krafa núna á þig sem höfund að þú að líta einhvern veginn á þín skrif sem söluvöru Já, mér finnst það hafa aukist og mér finnst sko að það komið svolítið mikið frá forlaginu til dæmis. Þeir vilja að maður sé sjálfur að auglýsa sig og koma sér í viðtöl og lesa upp sem víðast og svo framvegis. Þannig að það hefur aukist og svo náttúrulega jókst það bara töluvert þegar sko Facebook og samfélagsmiðlarnir kom til sögunar því að áður að þá hafði maður sjálfur kannski mjög takmarka möguleika á að koma á framfæri en núna til dæmis ætlast til dæmis forlögin til þess að maður sé bara auglýsa á Facebook eins og maður sé ykkur auglýsingastofa. Ég vil bara hafa framkvæmdastjóri en ekki standa í þessu sko. Nei, mitt. Já, það ætti að vera lúksusin við að gefa hjá að þeir séu bara ekki bara með límbasrúluna heldur líka, þú veist, sölumaskínuna sko. Já, mitt. En þú Margrét Lóa, þú ert líka með töluvert reynslu, hefur þú ekki líka eitthvað mann gefið út sjálf? Ég hef mjög oft gefið út sjálf og fyrsta ljóðabókin mín hún var Skrúfuð saman sem ég var 18 ára og Ólafur Engbertsson sem átti hugmyndina að því og hún var úr plasti og það var svo skemmtilegt að ég hef sagt frá þessu áður í viðtali að ég tók þetta ekkert svo hátíðlega og sá þetta meira fyrir mér svona fyrir vini og fjölskyldu en ég var samt stolt af bókinni, hún heitir Glerúlfar og Sjón las yfir, þannig að ég hafði líka svona ritstjóra og náttúrulega þá strákana þarna í Metusu, Ólafur Ingibergsson var náttúrulega átti þetta framtak algjörlega og eins og ég segi, svo bara í kjölfarið þá gaf ég alltaf reglulega út sjálf og hef gert og föndrað, ég gef út eina bók sem bara talandi svona föndur að þá ég föndrari ég get alveg viðurkennt það. Ég var að bjóða þér að koma að líma ef ég hefði aðeins mér tíma en allavega, einn þeirra til mér sé svo kremkekskaka í útliti það eru tré, sem sagt kápan úr tré þannig á hlið þegar maður horfi þá hún eins og kremkekskaka því að hvíta á milli er textin og ég myndskritti hana, ég er náttúrulega líka myndlistamaður og kannski minn í seinni tíð myndirna fara allar í ljóðin, ég verð nú bara eiginlega að játa það og svo þegar ég var með gallerí tíma þá einhvern veginn vildi ég bara hafa ljóð upp á vegg og einhvern veginn þróast þetta bara yfir það, ljóði bara tók alveg yfir allt saman, nema hvaða talandi þetta að sú bók heiti Ljóðást þessi litla sem ég var að segja ykkur frá kremkeksbókin og ég gaf hann mitt út þegar að yngri dóttir mín var kornabarn því að hún svaf svo mikið og ég var komið með bálk og ég sá fyrir mér að kannski gæti draumurinn ræst að gefa út pínu litla bók sem væri minna en sígarettupakki þið heyrir náttúrulega mér, ég hef einhvern tímann átt sígarettupakka en það er langt síðan, mjög langt síðan en þetta var skemmtilegt og svo í kjölfarið þá hef ég gefið út tónlist með tónlistamanni Gísla Magnúsinni og það var líka svona hönnunarverkefni þannig ég hef mjög mikið áhuga á hönnun og þess vegna finnst mér við Linda vera í alveg dásamlegum félagskap. Þetta er mjög, þetta er svolítið góður hópur, ég sé fram svona þið getið svona túraðum landi eiginlega bara og lagt undir ykkur sko einmitt bara líka í gallerí og alla sýningastæðina og svona. Já, við myndum alveg, við værum gott heimi. En pælti einu, ég er að pæla einu sko ef að þú ætti að gefa út, það er ekki búið að gefa út heildarsafn þinna ljóða. Ekki ennþá. Það væri svolítið flókið. Sko ef ætti að taka bókverkaþáttinn og raunverulega myndlistarþáttinn sko út fyrir sviga eða það væri dálítið leiðinlega, svolítið smættun, er ekki? Og svo ef þetta taka hann með þá þýtti þetta vera svona kannski askja allavega með Ég hef alveg lausn því að Linda er með lausnina, það er bara mynd af hverri bók kápu hverra bókar og fyrir mér þá verður þetta bara lifandi þannig að það sem er svo gott við Lindu
elsku Lindu að hún mínimalisti, svona slettinu aðeins og það mjög gott fyrir okkur sem erum maximalistar. Já, ég ætlaði ekki að sletta aftur en takk að því hann býr í manni líka og ljóðagerð út af fyrir sig náttúrulega formið þannig að hvert orð hefur mikið vægi og mín ljóð hafa orðið styttri og styttri í seinni tíð, sérstaklega því ég verið að vinna með lengri bálka. En það sem að kannski ég vildi segja að svona þegar upp staðið þá þetta allt gott í bland og ég sé alveg fljót á því að sérstaklega eftir að ég hef hellt mér ofan í bók Lindu að mynd segir meira en 1000 orð og það væri hægt að tengja þannig. Okay. Og svo náttúrulega bara þeir sem eiga allir þessa bók sem ég var að tala áðan, Glerúlfa og kvarta stanslaust í hitti þá að verðast allir einhvern veginn ljóðunendur eiga þessa bók en hún var bara gefin út í eitthvað 100 eintökum sem ég skil aldrei hvernig allir Já, fólk segir alltaf ég á hana, erfitt að flytja með hana og maður þarf að taka skrúfurnar úr og ég fæ svona smá kvartanir Hún stendur alltaf út úr bókahillunni Hún stendur út úr það sem sagt alveg dularfullt að verðast einhvern veginn allir þetta svona svolítið eins og þegar Jesús var með brauðið og fiskan og allt þetta ég hef aldrei alveg skilið þetta ég meina, ég rengi ekki fólk en mér finnst ótrúlega margir eiga þessa bók og eiga í vandræðum með hillupláss í kring og þess áttar þannig að það bara mjög gaman. En nú ert þú komin yfir á þetta svið sem heitir að vera verðlaunaskáld. Fæst ekki einhver fín verðlaun dagir fyrir núna nýjustu? Getur þú sýnt okkur nýju bókina þína? Jú, talandi káputeksta og ég ætlaði einmitt að segja við þig að ég hef yfirleitt alltaf notað Sunneva Kristín bara ljóð aftan á bækur. Mér finnst það fallegt og en í þetta skipti þá völdum við texta frá dómnefnd bókmenntaverðlauna Tómasar Guðmundssonar og það var einstaklega falleg og frábær dómnefnd sem ég kynntist aðeins sem í útgáfuhófinu og þar eru merkir höfundar líka inn á milli þá fær maður stundum tækifæri til að heyra eitthvað frá lesanda sem hefur lesið oft og ég meni Linda las til dæmis yfir handriti mitt og hún las það nokkru sinnum þangað til við vorum að tala með áðan þangað til hún svona tengdi við það og þetta þetta fyrir okkur svo mikilvægt að einhver sé að lesa þannig að þessi litlu skilaboð sem maður að fá frá fólki sem hefur verið að lesa þau eru svo dýrmætt og það eitthvað sem maður myndi aldrei nota í auglýsingar svo ég snúi mér aftur að því sem að Linda var að tala en þó að það væri einhvern veginn, það liggur svolítið beint við en sumt einhvern veginn svo persónulegt að það á bara að vera eitthvað skona hjarta til hjarta en ég var mjög hamingjusöm auðvitað að fá þessi verðlaun bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar og það bara hefur verið alveg ótrúlega skemmtilegt. Já, til hamingju með verðlaunin og bókina en getur þú réttar þessu upp í myndavélina þannig að við sjáum bara og hún heitir Pólstjarnan Fylgir okkur heim því það það sem hún gerir þegar við villumst á náttavita þá getum við nota hana og þetta kemur frá pappi var sjómaður og þessi mynd kemur þaðan því að hann fór stundum vitjum net, grásleppanet svona þegar fór að kvölda og ég hugsa mjög oft hann bara á bátnum á trillunni og þaðan kom myndin sem að ég ákvað síðan bara hafa sem svona leiðarhnoða og líka af því að hún heitir líka leiðarstjarna og mér leiðist ekkert yfir þessum minningum þetta leiðir mann svona svolítið áfram og þetta minningabók og þetta sorgleg bók af því að ég misti foreldra mína á þeim tíma sem ég var að skrifa hana og bróður minn Magnús Jónsson og það var nú bara í fyrra þannig að það söknuður og sársauki en líka vonandi von Það hljóma nú svona sem góð skammdegislesning þá, einhvern veginn fyrir Íslendinga, það eitthvað svona við ljóðið og skammdegið sem að passar vel einhvern veginn saman. En mér langar svo að biðja að lesa á ykkur upp úr bókunum og eftir, við megum ekki tapa alveg tímanum í ballið og blaðrið, en mér langar aðeins að spyrja svona þessi verðlaunavæðingu, þessa verðlaunavæðingu sem að
margir eru svolítið ósáttir við að mörgu leyti, svona íslensku bókmenntaverðlaunin og stjörnugjöfin og þetta svona stillar umverulega þetta verði of mikil eins og keppni þess áttar athygli sko, að það kannski gleymist svolítið að pæli bara hvers konar bókmyndir og hvert innihaldið eða það ekki svolítið svipað og þú ert að segja Linda með að líta á þetta sem söluvöru að verðlaunin verða, það þessi limmiðar sko, þegar fólk fær tilnefningu og svona þá verður það mjög eikur söluna sko. Það eikur bara mjög söluna og það eru náttúrulega bókaútgefendur sem standa fyrir minnskosti íslensku bókmenntaverðlaunin og ég hef í gegnum árin verið frekar móðguð út í sérstaklega bara fyrir hönd ljóðskálda því það eru allt og fáa ljóðabækur tilnefndar og það er bara stefna hjá bókaútgefendum að ég er æsa og rosalega. Það er að gera. Það er bara stefna hjá þeim að þær bækur sem að seljast ennþá meira. Já. Og þeir auglýsa þar mest sem þeir finna að seljast og þeir vilja líka þær séu tilnefndar til þess að fá miðana og auka söluna ennþá meira. Þannig og þeir eru bara í skálsagnagírnum þannig að ljóðin hafa einhvern veginn bara orðið algjörlega út undan á síðustu árum. Mann finnst það rosalega gott ef að ein ljóðabók tilnefnd. Og ég hef í gegnum svona síðustu ár hef ég stundum verið að nefna að það ætti að vera sér flokkur fyrir ljóðabækur. Þá fæ ég alltaf það svar að það sé nú komið Maístjarnan. Maístjarnan er ekkert eftirtektarverð, hún hefur einhvern veginn ekki orðið neitt. En ég myndi vilja hafa sérflokk fyrir ljóðabækur ef að maður vill yfir höfuð vera að hafa þessi verðlaun. Ég er alveg orðin á móti verðlaunum og mér finnst það sko að þetta er ekki bara bókmennta- og listaverðlaun. Þetta er orðið út allt, þú veist, þetta er bara stigveldið sem er einhvern veginn alltaf að segja að setja einhvern 1, 2 eða 3 á stall og hinn eru lúserar. Og þetta er ekkert samfélag sem ég vil búa í sko. Þetta hefur bara aukið svo rosalega á síðustu áratugum að það verið að verðlauna fyrir bara allt og verið að tilnefna fólk fyrir kennari ársins og eitthvað, þú veist, þetta er bara bull. Einhvern veginn finnst manni þetta orð sem er svolítið svona mikið notað þetta polarisýringin eða skautinu sko, þú veist, þegar þú ert að segja þetta þá sér maður að það á sér pínlítið staði þessu líka, það er svo gægilega verið að svona auka bilið milli metsölubóka eða þeirra sem teljast vera og þá líka leið góðar gjafir í pakkana og svo milli hinna sem eru það einhverju jaðarsinn sko en svo einstaka sinnum auðvitað eru tilnefningar og verðlaun af hennu góða þar að segja þau eru bara eins og þú varst tilnefnd til erst þú ekki bæði Birgitta tilnefnd til Íslensku bókmenntaverðlaunina og Fjöruverðlaunina? Jú. Þá segjum við bara til hamingju með það er jákvætt í sjálfu sér ætti allavega að vera hvað sem öðru líður sko að þá er það viðurkenning en til dæmis Fjöruverðlaunin sem er bókmenntaverðlaun kvenna þau eru held ég uppálega hugsuð þannig svolítið til höfuðs kannski það sé bara einhver ein verðlaun og ein stjörnu business og stigveldi svona að það sé líka þá verið að verðlaunin geti verið hugsuð til þess að vekja athygli á einhverju sem að umverulega dæmt svolítið til þess að vera í skugganum sko. Já sko það var hugsunin að því ég var svolítið involverið í Fjöruverðlaunin þegar þau voru að byrja að það var hugsunin til að byrja með og sérstaklega var það hugsunin sko að þá voru bara svo fáa konur tilnefndar að þessuna voru þau búin til sem sérstök kvennaverðlaun og líka og heitið Fjöruverðlaun að það var einhvern veginn hugsað sem það sem verður eftir í flóðinu þú veist það sem nær ekki máli en síðustu ára þá hef það einmitt líka einhvern veginn þynnst út og orðið það er ótrúlega oft sem að nákvæmlega sömu konurnar eru tilnefndar til, nú er ég ekki að gagnrýna Birgittu, bara innilega til hamingju og ég hlakka svo til að lesa bókina hérna, en það er ótrúlega oft sem sömu konurnar eru tilnefndar í öllum flokkum og bara daginn eftir að Íslensku bókmenntaverðlaunin eru tilkynnt eða tilnefningarnar til þeirra þannig að þú veist, einhvern veginn finnst með þessi Fjöruverðlaun alveg hafa mist marks
Þetta lítur einmitt að þurfa að vera svolítið meðvituð svona viðleitni til þess að auka fjölbreytileikan. Já, það er kannski, það er kannski eina, 2 bækur sem að eru, sem að þeir eru greinilega að hugsa og reyna að vekja athygli og örugglega þín bók er örugglega þar hugsuð af því að það tvært omnefndir á starfum. Já. Má ég segja einmitt eitt, mér langar að bæta við kannski að þetta ég hef líka hugsað hvort þetta sé líka einkenni þess að þessi verðlaun séu tilkynnt á þeim árstíma sem eru tilkynnt í staðin fyrir að þau séu tilkynnt já, eða bara oftar eða dreifaði meira yfir árið af því að þegar ég bjó erlendis þá sá maður svo mikið að bókaútgáfan þar er í gangi allt árið já, og ekki bara þessi einhvern veginn hvati til þess að klára þetta allt fyrir jól svo en svo langar mér líka að segja eitt með Birgittu bók því að ég vil lesa hana 2 svar að það er aldrei skemmtilegt að í þinni bók þá eru líka aldrei að mætast þessi hún er náttúrulega gefin út af útgáfu en það var svolítið merkilegt hvað þau leiðu þér að gera mikið og hafa, lit í textunum og að textin er ekki beint hefbundin á síðunni og svoleiðis. Þannig að það er einmitt þetta að, fjöruverlunin einmitt, kannski er að reyna að vekja athygli á því en einhvern veginn að því að þetta er líka allt bara gerast á 2 mánuðum. Þá algjörlega drukknar kannski maður í því hvað er virkilega verið að benda manni á og hvað er virkilega einhvern veginn er að gerast, Hvernig líði þér, Birgitta, með það var þetta ekki góð tilfinning að fá þessar tilnefning, er þetta ekki þín fyrsta bók? Þetta er önnur bókin mín. Önnur bók, við gáum út ég og jafnaldra mín í svona eins konar sjálfsútgáfu, hún var útgáfan fyrir að verða 6 árum núna og en þetta er alveg fyrsta bókin mín í flóðinu, það má alveg mér líði náttúrulega bara ótrúlega skringilega að því ég var ekkert að gera ráð fyrir að fara svona hátt og fá svona mikla athygli. Ég var alveg að gera ráð fyrir að þurfa að berast í bökkum og vera svolítið svona aggressív. En ég stand alveg með því sem þú ert að segja. Mér finnst verðlaun eiga að sinna þessu hlutverki að lyfta upp bókum sem þú myndir annars ekki taka eftir. Og ég er mjög þakklátt einmitt fyrir að hafa verið lyft. Já. Má ég segja eitt ég var einmitt eins og Linda líka tók þátt í þessu þegar að fjöruverlunin voru að byrja og einmitt þessi hugsjón og hugmynd þessum skólaralandi þegar flóðið hefur svona rénað en til dæmis ein vinkona mín Ásdís Ólafsdóttir er núna tilnefnd þar fyrir ljóðabók og það þótti mér óbúslega væntum og svo náttúrulega fleiri bækur og bara við náttúrulega vitum þetta vekur athygli á bókum en ég var að tala við gamlan vin minn Bjarnar Bjarnason höfund þegar ég var nýbúin að fá verðlaunin og var á svona einhverju útgáfuhófi og við vorum með andblæ í gamla daga gáum út tímarit bókmenntir þannig að maður var svona í grasrótinni ég ritstýrði því í 2 ár og Andvara, já. Andblær heitir það og það var ótrúlega gaman og þá var maður neðanjarðar og það var bara þannig og það var gaman og svo var ég að segja við hann einhvern veginn bara upp úr þurru skrítið samt einhvern veginn að allt þurfi að hafa hennan verðlauna stimpil segi við hann og hann svaraði því eitthvað svona heimspekilega fannst mér og ég var einhvern veginn svo sátt og hann sagði já það er bara mikil samkeppni og mikið af bókum að koma út og þetta hefur bara þróast svona að það veitir ekkit af að minna á bækur þannig að ég hugsaði með mér já það er kannski bara svolítið til í þessu og ég hef fundið miklu meiri meðbyr með þessari bók til dæmis og fengið miklu fleiri skilaboð og fólk hefur komið til mín í búðum og annað og er búið að lesa bókina þannig að og ég er eins og Linda þessu leitunum til að mér þykir væntum einhvern veginn að það sé ekki bara einhverjar umbúðir og yfirborð að sé einhver sem er búin að lesa bókina og hún hefði gefið við komandi eitthvað og það þykir manni ótrúlega væntum og ég spyr alltaf já þú er eitthvað náða að tengja við þetta já kemur kannski
eða eftir nokkur skipti og það ekkit endilega verra en mér þótti þetta svar dálítið svona, ég var einhvern veginn rólegri með þetta af því að þegar maður hefur verið svona lengi að gefa út og einhvern veginn þú veist, það náttúrulega listsköpunin sem skiptir öllu en ekki líka þarftu ekki bara einmitt að vera þroskað upp í það að vera svona, finna styrkin í því bæði að vera gleymdur einhvern tíman og svo að fá verðlaunin líka og bara ná einhvern veginn að vera ekkert að hengja sitt svona sína sjálfsfyrðingu of mikið. Jú, það kemur eiginlega með aldrinum sko og þroskunum og fleiri bókum og ég ætla að draga þetta tilbaka sem ég sagði með fjörverðlaunin núna sem það síðustu kannski 5 ár hafa þau verið í þessari lúpu sem ég var að tala um. En núna einmitt eru þau að vekja athygli á bókum sem hefur kannski ekki verið lyft. Og skapa sér sérstöðu aftur. Já. En fast Birgitta, ertu búin að vera bara í jólabókaflóðinu bara eins og lítill refur ekki refur, ég meina ertu bara búin að vera alveg skjótast og bara mjög upptekinn? Mjög og það að róast núna. Þetta eiginlega síðasta giggi mitt fyrir jól. Ég verð nú að játa það að ég líka bóksali þannig ég þarf að standa vaktina í bókasölunni ég passa mig alveg að vera ekkert að gauka minni bóka fólki ég ára þetta fyrir þá sem vilja Þú ert mjög farsæll bóksali, hef ég heyrt Takk Nei, ég alveg, síðasta 5. dag þá lá ég heilt kvöld og gat ekki hreyft mig, ég var bara búin á því og það eitthvað sem ég hef einmitt ekki upplifað áður nema kannski því ég var í hljómsveit og við erum í smá kvíld bara í nokkur ár og árið sem við gáum út plötu 22. október og svo spiluðum við Airwaves viku seinna. Það var svolítið svipað, svona Airwaves brjálaðið í sambandi við tónlistina og þá var ég markas aðilinn var að hringja alla blaðamenn senda og svona allt öðruvísi PR menning í tónlistinni einhvern veginn að maður þarf að skrifa oft útskýringar á lögunum fyrir einhver tímarit og eitthvað svona ef við birtum svona track by track í Grapevine það eru alls konar sem maður gerði ég man mjög skýrt eftir einhverju augnabliki þar sem ég satt á Borgarbókasafninu og Tryggvagötu og ég var að reyna að birta eitthvað svona á Instagram og það virkaði ekki og ég var alveg að fara á límingunum og ég var bara eitthvað og maðurinn mér satt til hliðina á mér og bara það þarf ekki eftir að koma út á hádegi Þannig að þú ert búin að sjá það þú beggja megin borðs líka búin að sjá það skiptir máli hvað að höfundurinn sé svolítið finnst þér það að höfundurinn þurfi líka að vera svolítið virkur í þessum leik svona, þessari skorpu Já Jú, ég sé það skiptir alveg sköpum en það fer líka kannski bara eftir höfundum, held ég veit ekki, ég alveg fylgjandi því að fólk hvíli sig bara því þú ert búin að skrifa bókina, ég veit ekki núna réttir hana bara og það komið að lesendum Varstu búin að rétta þín upp og sína áhorfundum okkar fallega kápu Moldin heit en vitið þið hvað furðulegt að tíminn floginn frá okkur eigum við að viljið þið lesa bara örstutt höfu tíma Pétur í örstuttan lestur ef að byrja bara Linda ég ætla ekki að vera með neina skeiðklukku en bara svona ég ætla að lesa bara mjög stutt ljóð við skiljum fyrir skellur í tönnum Eftir hálfrar aldar blóðuga baráttu við að halda brothættri sjálfsmyndinni innan viðurkenndra skekkjumarka get ég staðhæft að konur af minni tegund eru enn sem fyrr óþekktar stærðir. Þetta var frekar talað inn í samræðinu takk fyrir Flott, kæra þakkir, Linda Vilhjálmsdóttir, Daniel Danielsson með bókina Bara Edda svo falleg þetta miðjuborði það var ekki nóg hún er ekki nóg þjál
Já, kannski fara í... Ef þú vilt smá tíma til að finna þá getum við kannski beðið Karolínu að lesa undan. Já, ég ætla að lesa fyrsta ljóðið. Ég stíg borð eins og í ferju með poka og annan og þægilega seiðandi guttlið í eyrunum, támjóa skó sem skera net, blotna í fæturnar, köllum það skincare eins og allir kalla svo margt. Nú myndu sjá mig sem ljómandi flöt í ólgandi hafi birtist og hverfur, býtu, var það? Þarna? Auga sem blikkar þig og þú alltaf jafn mikið fyrir hafið. Þögn á litlum rauðum báti sem hefur selt miða á sýningu. Vonar bíðum bara þolinmóð bíður lítill hátalari stjórnborðsmegin. Svona mun ég birtast innan úr hvalnum. Vonandi stökk og léttur úðinn glitrandi í gegnum loftið, sest á skjáinn. Handarbakið sem á lófan sem strýkur yfir glerið og síðuna til að slétta skrýtna brotið og nei. Þetta ekki hetjudáð eins og manna með skegg eða hatta, heldur leitin af því hvar hafið hefst og, ef það kemur mér við, hvernig það heldur á öllum í einu. Jafnvel lítil vök á steini sneisa full eftir flóð. Marflær í fleirtölu, sprættappi, gler úr glerauga, gler úr öðru, smápinningur, skrúfa, kuðungur, það vissulega ekkert loft í fiski. Ekkert verra að reyna að draga andan hér. Takk fyrir Karolína Rós Ólafsdóttir, las úr bókverkinu Úr hvalnum, sem hvalur hinum einn. Daniel, ert þú tilbúin? Já, ég ætla að lesa 2, það eru 3 útgáfur í bókinni og ég ætla að lesa fyrstu 2 útgáfurnar. Af sama texta? Já, þetta inn í húsi. Útgáfan. Þetta ekki spurning smekk. Ímyndaður að vera tekin út fyrir sviga, stilt upp á sviði með viðurkenningu og myndavel smelt af. Ég að segja það. Hvernig tekum maður á móti velunum með 2 hendur fullar? Það eins og einhvers annars sé ætlast til af okkur. Maður vill vera innan svigans. Og svo önnur útgáfan. Ég reyndi að klóra í bakkan. Skárra ef engin skyggi á neinn, sagði ég, en þeim fjölgaði. Og 2 + 1 fucking skas. Maður trúði ekki fyrir maður sér það, fyrir maður finnur það á sér. Við erum gjörsigraðir. Uns þær fara, það bara tímaspursmál, uns trendið fjarar út. Takk fyrir, Daniel Danielsson, úr bókinni Engin Edda. Bara Edda. Já, fyrir ekki bara Edda. Byrja bara nýtt. Daniel Danielsson að þakka fyrir að lesa upp úr bókinni Bara Edda. Þetta var önnur versjón sem sagt. Flottur titill. Þá það Birgitta Björg Guðmarsdóttir. Ertu tilbúin að lesa upp úr marg tilnefndri bók? Ég ætla að lesa hérna eina svona ég ætla að lesa ljóð úr skáldsögunni svona til heiður þessum tveimur flottu konur sem eru hérna með ljóð sikkurum megin við mig. Fórnin, og þetta brot úr þessu ljóði. Sviðsgólfið djúpsvart eins og munnhól sem gæti gleypt heilan dansflokk, fyrir miðju tré, málað fröðplast og vír, ský úr málmi, kúftir speglar eins og þeir sem finnast á hættulegum gattamótum. Bera tær, auðvitað, sviðið beð, svört mold, stútfull af fræjum, ormum, maurum, já og nú þarf bara blóð. Frostið hefur þiðnað, hér hiti, skordýr brjóta sér leið upp, í gegn. Moldin mæri, fyrir neðan, bjöllur, greinar, lauf, bein, hræ til að kjamsa og kjamsa og kjamsa á, fyrir ofan bálkur sem stígur dans. Þrammar og stappar og þjappar niður á við svo dyngirnir hljóða og aukast og fuglar takast á loft. Fyrir ofan, hún, það stúlka. Hún ósnert, hrein mey, slétt enni og barnafitta óspjölluð, engin trámu hafa skeð, engin ótti, bara blóð og blóðið síður svo ótt og hún þarf að dansa. Takk fyrir, Birgitta Björg úr bókinni Moldin heit. Margrét Lóa úr verðlaunabókinni Pólstjarnan fylgir okkur heim.
Já, ég verð samt að segja eitt áður. Þetta blóm, notar það sem svona bókamerki? Já, þetta af blómvendinum sem útgefundur mínir, eða sem, já, þau gáðu mér. Þetta verður að sjást. Já, þetta fallegt. Það ekki oft sem að sér þetta. Ótrúlega fallegt. Blóm sem bókamerki. Já, ég ætla að lesa smávegis úr bókinni svona undir lokin. Já. Og eins og ég sagði áðan, hún heitir líka Leiðarstjarna, Pólstjarnan. Pólstjarnan fylgir okkur heim þegar við villumst, þegar við siglum inn í nóttina án áttavita. Ég hugsa söng. Söng fyrir brjóstmylking. Söng landamæralausan heim. Söng sem heldur á lofti minningu þeirra sem fallið hafa í stríði. Ég hugsa söng. Söng vonina. Veraldar undrið sjálft. Takk. Takk fyrir Margrét Lóa. Bókinni Pólstjarnan fylgir okkur heim. Og að lokum Sunneva Kristín lesur bókinni Ógeðslegir hlutir. Já. Marcelo kveikir á elskhuгum einum í einu eins og eldspýtum. Kveikir á þeim eins og kertum í notalegri stofu í fallegri borg í Evrópu. Ljóst veggfóður að flagna af, einhver hluta vegna fjæðrir, sviti, blátt glimmer, reykur, einhver spilar á Hammondorgel. Borgina geymir hún undir handakreikanum með eyranu með uppáhaldsblýantinum sínum. Hún teiknar upp borgina jafnóðum eftir hentusemi og svo sviðsetur hún leikritið eftir þörfum elskhuganna. Marcelo geymir allt sem gerir hann einmana undir handakreikanum, eins og póstinn sem á eftir að svara, eins og ljósmyndir af pappa eða ódýra ilmkertið sem hún fékk í 16 ára afmælisgjöf frá vinkonunni sem flutti svo. Geymir afganga af frosinni pítsu. Hún geymir vonda siði eins og ljúga að kærustum eða vera ofur blíð við kærasta svo þeir ánættist henni eða vera aldrei fyrst til að bjóðast til að gera eitthvað. Geymir líka tilraunaglös með pínulitlum froskaeggjum, geymir ást til partuskonu. Takk. Takk fyrir Sunneva Kristín og ég þakka ykkur öllu fyrir að koma hérna að Rauða borðinu rétt fyrir jól í lok jólabókaflóðsins. Fjaran tekur við, Linda Vilhjálmsdóttir, Daniel Danielsson, Karolína Rós Ólafsdóttir, Birgitta Björg Guðmarsdóttir, Margrét Lóa Jónsdóttir og Sunneva Kristín Sigurðardóttir. Það held ég aldrei verið svona mörg skáld við þetta Rauða borð og þau rúmast hérna öll það er pláss fyrir öll skáldin og hlustendum og áhorfendur þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur. Og við höldum áfram að njóta bókmyndana. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Samstöðin þakkar öllum hlustendum samfylgdin á árinu sem að líða og óskar þeim öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Starfsfólk samstöðvarinnar.